Bjarni, nýliðar deildarinnar, já svona hvernig standið þið þegar þetta er svona þar að styttast í mót? Mér líst bara ágætlega á okkur. Ég held við séum svolítið óskrifað blað. Þannig að en við erum búin að spila einhverja æfingaleiki og aðeins búin að testa okkur sko og mér líst bara ágætlega á það sem ég hef séð. Hvernig svona, það er náttúrulega þið spiluðu síðast í mars, þannig að þetta er komin svona kannski lengri tími til þess að, já, til undirbúnings eða síðan að þið spiluðu síðast heldur en kannski flest önnur lið. Hefur þetta ekki verið svolítið langur tími? Mér finnst eiginlega bara búið að vera rosa fínn tími. Þannig að við erum bara búin að nýta sumarið rosalega vel. Við erum ekki bara búin að vera að byggja okkur upp. Þú veist, við erum mikið ungu strákar sem við þurftum að styrkja líkamlega fyrir þessi átök og það hefur gengið ágætlega. En við erum líka búin að vinna mikið í leikplani í sumar. Þannig að við erum búin að setja inn einhverja nýja hluti. Þannig að þessi tími hefur bara verið fínt sko, bara. En það verður alveg gaman að fara að spila. Já. Og þið hér náttúrulega, já, voru í deildinni fyrir hvað 2 árum síðan fjalluð og komu strax upp aftur. Er þetta að segja að þessi reynslunni ríkari eða hver er svona munurinn á þessu hjá okkur núna heldur en þegar þið voru síðast í þessari baráttu? Já, kannski með, þú veist, aðalmunurinn er að þá var ég hættur og kom bara inn frekar seint. Ég kem inn í júní einhvern tímann sko. Þannig að nú er ég búinn að vera með liðið aðeins lengur, þannig að kannski orðið aðeins betri sýn á það sem við erum að gera. En strákarnir stóðu sér frábærlega og vorum uppi seinast. Við mistum náttúrulega alla útilínuna og erum með rosalega unga útilínu í staðinn núna. Þannig að þeir eru ekki reynslunni en þeir fengi að spila mikið í grillinu. Þannig að við erum bara, þú veist, við erum bara með ógeðslega unga, ferska, graða gaura og við erum bara að fara djöflast svolítið, sko. Alveg óhræddir í hvern leik? Já, mér finnst það. Þetta er hugrekki strákar og þetta er þéttur hópur. Við erum með ágætis grunn í varnarleiknum og við erum með eldri strákar sem er að styðja við okkur, góða markmenn. Þannig við erum alveg með ágætis svona kjölfestu í liðinu sem getur hjálpað okkur. Og svo vonandi er bara ungæðis hátturinn og sjálfstraustið og gleðin í því að vera bara, þú veist, ungur og fá mæti ólís og svona. Ég held að það getur gefið okkur svolítið bara boost sko og bara svona pepp. Og svona, þetta er svona, má segja kannski sami hópur og í fyrra, þið fáið Sigurvin og svo Arnór, markmann og markmannsþjálfara. Já, einmitt, fáum þá 2 og Matti er að koma hérna líka úr HK og þeir eru bara búin að koma rosa flottir inn í þetta fyrir okkur. Og þú veist, við máttum alveg elda mannskapið kannski aðeins, ég held að meðalaldurinn í fyrra voru 20 ár. En þetta er líka rosa mikið af íeringum. Og mér finnst það rosa gaman. Við erum búin að vera að vinna mjög mikið í starfinu okkar, unglingastarfið okkar eða þú veist, yngreflokkastarfið okkar er mjög öflugt, rosa mikið af flottum krökkum að koma. Og mér finnst fegurðin fólkin í því að spila á síni eigin krökkum ótrúlega, sérstaklega svona stóran, með svona stóra hlutdeild í því sko. Já, eins og kvennaliðið í fyrra sem kemur upp og kannski margir spáðu nú ekki miklu gengi en það stóð sig vonum framar og var að stóran hluta til IR stelpur. Já, einmitt. Það er bara nákvæmlega málið og það er svolítið það sem við viljum vera að gera. Og fá stuðninginn inn í húsið og svo framvegis. Já, í grunninn þá verður maður líka að hugsa hvað snýst þetta, skilurðu mig. Þú ert búið til starf, þú ert að búið til félag í hverfinu. Skilurðu, auðvitað vilja allir að þú sért að byggja það upp og sért að spila því liði, sko, skilurðu mig. Þannig að við erum allavega að stefna það og gera það þannig.